við erum að teikna samfélagi þannig upp að fólk muni ekki eignast íbúð. Staðan bara að verða verri heldur við nokkuð tíma síðan. Þannig eftir 5 ár núna að þá 45% af fólki sem á eigið húsnæði, það orðið minnihluta. Og þið sjáu bara í hendi hvað mun gerast með þrýstingin á húsnæðisverðið, leiguverðið sem skila sér í verðbólguna, sem skila sér í hærri vexti og þar erum við bara að keyra undir misskiptinguna. Það bara ákveðin hópur sem getur keypt þessar eignir og hini verður bara að vera leigulegar. Það þarf að búa til meiri hvata fyrir fólklega börn, sko. Þú veist, það bara alltaf búið að búa til hvata fyrir fólklega ekki börn, sko. Þú veist, leikskólavandi, húsnæðisvandi, helst, það bara sterkur hvati til þess að þessi innmenningsheimili sem Sigur nefnir, sko, þeim fjölgar, sko. Í dag þetta bara svo vilt af vestrið. Guð hjálpi þeim sem á leigumarkaðnum. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá hana þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jæja strákar, Sigurður Ingi, Björgvin Ingi Ólafsson og Sigurður Stefánsson, hvað segið þið gott? Það gerir alltaf sko, hver á að segja eitthvað gáleitina. Við erum rosa hressir báðir á mánudegi. Mjög hressir. Það ekki, ég búinn að læsa hurðinni og hún lokuð utanverðu og við fáum ekki að komast hérna út fyrir við erum búin að leysa húsnæðisvandann. Já, það við erum bara við nóga kaffi. Já, við erum nóga kaffi. Það er ekkert annað heldur en bara nokkra kaffipálla. Nei, nákvæmlega. Heyrðu, sko, mér langar að byrja út af því Sigurður, þú varst hjá mér fyrir ekki svo lengu og þar voru að tala um hvað var að. Björgvin Ingi, þú ert talnaglöggasti maður sem ég þekki. Já, svona gagnaglöggasti. Gagnaglöggur, það ekki orðið? Já, gleggsti kannski, við erum ekki að vera það. Gleggsti. Svo ég farið hérna alltaf að leira þetta í íslensku. Já, jú, það er rétt. Við þurfum að halda í við það líka. Sko, byrjum aðeins á því, sko, eins og ég segi, við erum búin að tala um vandamálin. Við erum alltaf að tala um vandamálin. Nú ætlum við að tala um lausnirnar. Við ætlum að finna lausnirnar. Og Björgvin, þú þú greindir Grindavík og áhrif þess og sérð hvað gerist þegar að bæjarfélag fer ekki undir hraun en svona verður þannig að það sé ekki hægt að búa þar. Einhverjir búa þar, flestir búa ekki þar. Og það sem að mér langar að skoða ef við horfum að heildarmyndin út frá því að þegar að 3000 manns komin á markaðinn, hvað gerist fyrir markaðinn, hvað kemur fyrir markaðinn. Hvernig horfir þú á þetta? Hvernig horfir á þetta vandamál? Sérðu svona eitthvað sem hægt að yfirfara yfir á samfélagi heild sinni varðar þessi mál? Já, mér finnst þú svona að fara aðeins breytt, þannig að alltaf pratt, sko. Mér finnst, sko, ef við ætlum að leysa eitthvað vandamál, þá skulum við fyrst aðeins rifja upp hvert vandamáli sko. Þannig ég held að Siggi þurfa að koma okkur aðeins á staðinn, þannig við séum örgulega að fara að vita hvað við ætlum að leysa. Ég held að það sé líka stundum vandamáli, að við förum stundum í lausnina áður en við vitum hvert vandamál nákvæmlega og það kannski 3-4 sem ætlar að leysa þetta og þeir eru að leysa sig hvort vandamáli og mér finnst þessi húsnæðisumræða vera alveg líklega til þess að vera á þeim stað sko. Það er fullt af vandamálum og við þurfum að forgangsa því hvað við erum að reyna að leysa og ég held að við ættum að byrja þar sko. Ég reyndar þá ætla að skjóta henni og ég nefndi við ykkur að ég ætlaði að byrja á einum punkti sem var að rifjast upp fyrir mig núna þegar þú segir þetta sem sá að ég með kenningu sem að byggja á því að núna þegar við erum að niðurgreiða ákveðin vinkil húsnæðismála, við erum í rauninni búin að fara í mörg verkefni á eftirspurnarhliðinni, að þá tel ég að eftir því sem ég hef verið að kynna mér verðþróun á húsnæðismarkaði, að þá þetta svona þrepaskipt að fyrst fara minni einingar, þær svo yfirfærast yfir í einhvers konar örlítið stærri. Fólk kaupir sér hæð að lokum og svo sumir fara alfarið yfir í það að fara í einbýlishús. Og ég hef verið að skoða markaði og þetta oftast svona kringu 6 mánaða þróun þar sem að sú verðþróun sem að byrja á minnstu einingunum yfirfærist yfir á stærri einingar í kjölfarið. En núna erum við búin að vera að byggja því að við erum rosalega mikið að niðurgreiða eftirspurnarhliðina á sérstaklega þessum minnstu einingum og þar af leiðandi eru þær á svona bjöguðu markaði og virðast vera allt of fáar slíkar eignir.
Sigurður, svo þú grípir bara þennan bolta. Hvernig horfðu þetta við þér? Sko ef við bökkum aðeins og tökum smá upprifjun síðan sem við tölum saman síðast sem var mjög gott spjall og þá aðeins til upprifjunar þá er verið að vekja athygli á því að við erum ekki að lesa gögnin rétt og og við rýnum aðeins í gögnin að þá er sko samfélagið að kalla eftir miklu fleiri íbúðum heldur en við höfum verið að mæta og við erum núna við viðvarandi skort á húsnæði yfir áratug og skorturinn er það mikill að við höfum heimsmeti húsnæðishækkun og þetta er að hafa gífurlega mikil áhrif og svona grunnurinn að því er að gögnin, skipulagið er ekki að taka tillit til þess hvað við þurfum og til upprýfunar, það voru sveitafélögin sem bera það, þá ábyrði í samfélaginu og við höfum stetta á sveitafélögin að stuðla jafnvægi húsnæðismarkaði og til þess að jafnvægi húsnæðismarkaði raunni næst þá þarf náttúrulega að útvega lóðir í línu við það og það er það sem ég kalla kerfisvilla í gangi að árið 2011 í kjölfara hruninu þá var svona aðeins öðruvísi sýn á hvernig framtíðin myndi vera og menn voru með mannfjölda aukningu á höfuðborgarsvæðinu svona kringu 70.000, 100.000 á landinu öllu og ákveðu þá að setja það sem við kalla vaxtamörk og skildu öll sveitafélögin að vera saman með skipulag á höfuðborgarsvæðinu. Svo gerist það í framhaldinu, Eyjafjallajökull var frábær landkynning, við náum vopnum okkar aftur, ferðaþjónustan kemur á fullum krafti og við förum að ná að skapa töluvert verðmæti í samfélaginu, kallar á nýja Íslendinga og svo framvegis. En það sem hefur gerst og er ennþá óbreytt að þessi mannfjöldaspá og þörfin sem skipulagið er að miða við, það stendur óbreytt. Og 70.000 manns til dæmis á höfuðborgarsvæðinu og ég fókusar svolítið á höfuðborgarsvæði því að ég er svolítið mikið búin að vera að skoða það er 2 af hverjum 3 sem búa þar bara sem dæmi, þessi umrætt 70.000 við erum nú átt að duga í 25 ár núna 10 árum seinna erum við búin að fjölga tæplega 50.000 og ef við skoðum áallanir einstaka sveitafélaga árið 2021 gerði ríkið tilraun til að hafa svona áhrif á sveitafélögin að þau væru að mæta þörfinni og meta hana betur og gerðu kröfum húsnæðisáætlanir sem dæmi og ef við skoðum bara nýjustu húsnæðisáætlun þá ráðgera sveitafélögin þessi 10 árin að íbúafjöldi höfuðborgarsvæðinu aukist 50.000 en skipulagið er ennþá núna komið 10 ár inn í ekki búið uppfæra þannig við sjáum strax að við erum bara á tímabilinu líklegast að aukast 130-40.000 þannig ennþá eru forsendunar alltaf þetta og lóðaþörfin er alltaf miðað við það þess vegna er þessi skortur að við erum ekki með nægilega mikið á lóðum og það sem er svo sérstakt að einstaka sveitafélög að skoða þau eru með allt aðra tölur heldur svo það sem er sameiginlega félagið þeirra sem er samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu og fer með skipulagsmálin og þar er svona stæðsti hnífurinn finnst mér vera og ef eitt sveitafélag hvort sem er Hafnarfjörður, Kópavog eða Reykjavík ætlar að fara út fyrir þessa girðingu og nýta það land sem hann á og auka lóðaframboðið þá er þeim ekki heimilt og nema að fara í gegnum þetta ferlið er alveg gífurlega þungt það til dæmis fyrsta skrefið er að fá samþykki svæðisskipulagsnefndar að fara í auglýsinguna það ferli er 14 manns í þessari nefnd sem er minnihluti og meirihluti og það er alls konar þæfingar og menn ná bara ekkert saman það þannig að það er alveg skýrt að löggjöfin þegar hann breytti reglunum leikreglum sveitafélagum 2011 hann hafði allt annað í huga og við verðum að hafa í huga tíminn var bara annar þá heldur en er í dag og það er eitt af því sem að ég held að þurfa að gera ef að við sem samfélag ætlum að láta sveitafélögin bera ábyrgð á lóðaframboðinu þá þurfum við að láta fylgja vald til þess að geta það og þau geta það ekki í dag og þarna þarf að breyta strax og þetta væri stæðsti ábati núna fyrir okkur til að klippa á þennan lóðaskort. Má ég líka skjóta inn í út af því að það er eitt sem að ég hef mikið verið að pæla í sambandi við ég veit ekki hvort þið muni eftir fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar að þá sagði Einar Þorsteinsson að honum hugnaðist gífurlega mikið að skikka verktaka til þess að byggja á þeim lóðum sem þeir ættu
og þá kom mikið til umræðu svona herðu, það eru margir aðalar sem að sitja á eignum sem er ætla ekkert að byggja en býða eftir þeir verði mjög verðmætar og þeir svo kjölfarið selja þar dýrum dómum og það hafa verið maður hefur heyrt sögur það að einhver eigi bara lóðir fyrir mörg 100 milljónir ef ekki milljarða á ýmsum svæðum og ég fór alltaf að hugsa sko ok, það er ákveðin svona pirringurinn af samfélagsins að þessi ákveðin aðilar að eigna sér þessar lóðir en aftur á móti ef að Reykjavíkurborg til dæmis myndi gefa lóðir eða gera þær verulega ódýrar þá myndi náttúrulega þessar hinar lóðirnar falla í verði sem myndi svo í kjölfarið vera seldar til þeirra sem ætla að byggja þeim út af því að þeir myndi hafa hag af því að byggja þeim. Hlaðvarpið er í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Sjáum bara sem dæmi út af nefni Reykjavík. Meirihlutinn nýi núna tilkynnti það að fara 10.000 íbúða lóðaruppbyggingu í Úlfarsárdal. Aðeins 1.000 af þessum 10.000 eru innan vaxtamarkana sem þau hafa þá raunni sjálfstæðu og heimild til að útluta. Bara það, ef þau myndu geta stækka vaxtamarkin og það væri fyrirsjáulegt að við værum actually fá 10.000 lóðir inn í kerfið, ekki 1.000, þá strax myndu það hafa áhrif á væntingar lóðaverð. Því að hvað gerist í lóðaskorti? Þá skapast tækifæri fyrir brask. Og ef við sjáum bara það til dæmis sko hvernig samsetningin er á íbúðar uppbyggingunni eða bara hvað kostar að byggja. Framkvæmdaaðilinn hann yfirleitt alltaf að vinna svona 12-15% framlegð og þegar húsnæðisverð er að hækka svona mikið eins og þau verið að gera núna, það fer yfirleitt í fyrsta áfangan, það er lóðaverðið og lóðaverðið hefur farið upp úr öllu valdi. Og við erum að sjá það núna að lóðaverðið sem hlutfall af söluverði er í 20-25%. Þetta er rosalega hátt. Þá er eftir að taka alls konar innviðugjöld og fleira. Þannig við erum að tala það að lóð og innviðugjöld áður að byrja á einhverju framkvæmd er kannski orðið þriðjungur. Á loka kostnaði? Já, á loka kostnaði af söluverðinu. Þannig það er gífurlegt tækifæri í því að þú eigur frambóðið, þú ert bara með kvóta í kerfi og við erum alltaf með sama kvótan og við erum alltaf að minnka kvótan. Sjáum við bara til dæmis eins og flugvöllurinn. Það var 50.000 íbúðir sem hægt er að byggja innan vaxtamarka sem eftir er og það á gildi til árið 2040. Bara þegar liggur fyrir núna flugvöllurinn er ekki fara og skerriðferðurinn er í óvissu. Það eru 10.000, þannig að það er búin að koma með niður í 40.000. Og ef þú skoðar húsnæðisáætlun sveitarfélagana til 10 ára, þá er að gera ráð fyrir því að þessi 50.000 manns í aukningu og út af lýðfræðinni fjölskyldustærðin er að vera minni og svo framvegis, að þá þurfum við svona 30-35.000 bara til að mæta því og HMS hefur bent á að íbúðaskuldi við landið allt er 15.000. Þannig við sjáum alveg það að skorturinn er að vera meiri og hvað gerist þú ef þú ert spákaupmaður í lóðabraski? Þú bara situr á lóðin því hún hækkar hraðar en allt. Það er engin fjárfestingakostur á Íslandi sem kemst nálægt yfir eins arðbær og það eiga lóð inn á vaxtamarka núna. Og af hverju ætti þú að byrja á framkvæmd? Þú hefur miklu meir uppurði bara að sitja á lóðinni, hún gefur þig mest, það minnsta áhættan og svo selur hennar bara þegar rétti tíminn kemur. Og við sjáum þetta mörg svæði að lóðirnar eru að fara upp á öllu valdi. Ég get farið núna og keypt lóðir inn á vaxtamarka fyrir 200 skall per fermeter og það er bara mói og ég ætti að byrja öllu og þetta tekur mig kannski með stærri verkefnin 5 ára meðaltali þá geta afhengt fyrstu lyklana. Þannig sjáum við það að lóðaverði núna pluss fjármagnskostnaður sem þetta er það sem er að keyra upp allt verðið og þetta hefur ekki bara áhrif á fyrstu kaupendur, það hefur áhrif á alla keðjuna upp. Og við sjáum það bara raunni líka að við skoðum skipulagið, hvað er verið að byggja og það sem ég verið að gaggrina mikið og við komum inn á síðast, að það er ekki verið að taka tillitið til þarfir samfélagsins og það er samfélagsbreytingar. Eina sem sér í skipulagi núna eins og fyrir höfuðborgarsvæðið, aftur afsakið það ég svolítið fókusur á það en 2/3 býr á höfuðborgarsvæðinu. Einu greiningarnir sem við sjáum þar, það er umferð. Það er ekki samfélagsstarfir. Það er ekki hvernig íbúðu þarf að byggja
og enda sjáum við það líka þegar kemur að sveitafélagunum þegar þeir útlitað í skipulagi ef við erum að tala til dæmis bara 100.000 fermetra byggingarsvæði þá meðalstærðin að vera 100 fermetrar. Það ekki þær íbúður sem okkur vantar og HMS búin að benda á það við erum að byggja allt á stórar íbúður eina sem við breyst í því við erum að byggja færri herbyggi og fyrir til dæmis hvað sem er fyrsti kaupandi eða barnafjölskyldi sem að stækka við sig með annað barn eða þriðja barn auðvitað það næs að geta keypt sér 120 fermetra íbúð en þú þarf kannski bara 80 fermetra og það það sem við erum að gera núna við erum að byggja allt á stórar íbúðir en með færri herbyggjum og þarna liggur tækifærið og þarna svolítið skipulagið og sveitafélögin ekki að standa sig því að framkvæmdaraðilinn sem oft hefur verið kennt það að byggja þessar stóru íbúðir aðdugi það að ef þú færið að byggja 10.000 fermetra og vilt byggja minni íbúðir að því getur þú fáir að byggja minni íbúðir þá þarf þetta að borga eins og skipulagið sem þýðir það að þú vilt kannski fara að byggja minni íbúðu sem hagkvæmari en ef þú nærið ekki fullnýta byggingafermetrana þá þarf það að taka innviðakostnaðinn og lóðagjaldið og smyrja hinnar íbúðar þannig að það ekki hagkvæmt og þetta raunin það sem svolítið að og við sjáum bara hvað þetta sölu raunin inn á fasteignavegunum þetta eru íbúðir stærði sem hent ekki og þegar ég að tala að byggja minni íbúður ég ekki endilega bara að tala að byggja meira minni íbúðum sem vantar það líka þessa millistóru sjáum við til dæmis að skapa hringrásina og hringrásin til dæmis bara ein leið til að skapa ótrúlega flotta þéttingu þéttingastefnan miðar alltaf við byggingar og hefur alltaf verið tala byggingamagn en það eru fleiri vinklar á því ef við náum hringrásinu eins og fyrir eldra fólk sem vil minnka við sig hver hvatinn þau ætlar að minnka við því selja einbýli og fara í fjölbýli og þarf jafnvel að koma parinn ekki að losa peningu jafnvel þarf að skuldsitja þig þetta vantar í kerfi í dag við erum ekki að ná þessar hringrás því ef við náðum hringrásinni þá skapast pláss fyrir fjölskyldufólkið og við náum betri nýtingu á skólum og innviðum eins og leikskólum líka það þetta sem vantar og svo til dæmis bara ef við ræðum þéttinguna ef þú ert með 10.000 eða 100.000 fermetra og ert að byggja 80 fermetra meðalstærð í staðinn fyrir 100 þá ert að byggja 25% fleiri einingar þetta ekki verið að leyfa framkvæmdaraðilum að gera það að því að skipulagið tekur ekki til þess hvers konar íbúð þarf að gera það alltaf verið að byggja þessar stóru íbúðir bara minni herbyggi og það þarf að leyfa og breyta þessu og þetta gífurlega mikil sóun í dag og þetta ástæðan fyrir því að til dæmis við náum ekki tröppugangnum að færa sig ef þú átt 1 barn og ætlar að færa upp í 2 hvernig umræðan? Hefur við efnað að bæta við okkur 50-60 miljónum krónur að viðbóta eign? Það fæstir sem hafa efnaði og við sjáum það bara það erfitt að kenna þessu beint af fæðingatíðin en það svona allt í stóru myndin okkar svona það sem ég kalla samfélagssáttmálin að þegar ég var að koma inn á húsnæðismarkaðinn þá var 80% Íslendingur sem höfðu val að komast inn á húsnæðismarkaðinn það var nóg að vera harðduglegur í svona ágætisvinnu í dag staðan öfug það einungis 20% sem komast inn á húsnæðismarkaðinn hafa val um það og þeir bara koma sem hafa gott bakland til að hjálpa sér inn á markaðinn þannig að heildarmyndin mjög rauninni á röngum stað og þegar ég tala samfélagssáttmálan þetta bara við erum að sjá svakalegan ójöfnu og misskiptingu verða til staðar og við fórum yfir þetta síðast einu möguleiki almennings til að eignast eitthvað það íbúðarhúsnæðið og svo það íbúðarhúsnæðið sem að halda uppi hækkanir að halda uppi verðbólgu sem að hækka uppi háum vöxtum hvað háum vextir? Þeir taka þá bara rauninni tækifæri almennings til að fá íbúðalán og komast inn á markaðinn við sjáum greiðsluskilyrði Seðlabankans 80% af Íslendingum standa ekki greiðslumatið þú kemst ekki inn á markaðinn þannig það kerfisvilla sem rætur að rekja til þess að skipulagið sem að vera samfélagsþróun ekki að taka til þess og við erum bara með úrelt skipulag á höfuðborgarsvæðinu sem 2/3 af landinu og það hefur ekki verið uppfært og við sjáum hvað að gerast íbúðir í byggingu og við vitum það að okkur vantar ótrúlega mikið HMS að benda það skuldin að aukast ár frá ári og við erum alltaf að tala að við þurfum átaki húsnæðisuppbyggingu og fara að keyra stað fyrir 2 árum vorum við 9.500 íbúðir í byggingu í dag erum við 5.500 og það stefnir bara ekki í gott og heimsmeti sem við hefum haft núna síðustu 10 ár ég held bara ef maður horfir á gögnin og hvaða indikator fyrir framtíðina ég held að heimsmeti sé bara yngri hættu Nei.
Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Jörgun, hvað þú hugsa? Sko, ég hef alveg skilningu á því að við höfum spáð og rámt fyrir hvað myndi gerast fyrir 10 árum eða 15, því að við spáum alltaf rámt, sko. En við þurfum kannski að horfast í augu það að það sé þannig. Við höfum búið okkur undir aðra framtíð heldur en við ætlum að gera hann 2011. En ef við horfum tilbaka þessi 14 ár, þá var hérna túristasprengjan og það með því svona efnahagsuppsveifla sem kallaði á fleira fólk. Þannig bæðir við komið miklu fleira fólk sem vildi búa hérna og miklu fleira fólk sem vildi gista hérna. Og svo breytist það líka að þá var allt í einu fólk var að gista í svona Airbnb og þá jók eftirspurnin frekar. Ég held að það væri rosalega áhugavert að fara aftur til 2011 og spá fyrir það hvernig við myndum haga okkur 2011 ef við vissum það hvernig staðan 2025 myndi líta út. Og nota það til að undirbúa okkur undir næstu ár, sko. Og þú veist, við erum bara stöndum þetta í þeirri stöðu að við vitum nokkra hluti en það er margt sem við vitum ekki. Við vitum til dæmis að þjóðin mun eldast og við vitum að hverfi er ekki með stöðuleika í aldursdreifingu alltaf. Þú veist, það kemur tímabil þar sem allir skólar í Grafarvogi eru fullir, svo kemur bara tímabil eins og núna fyrir nokkrum árum þar sem bara hvað ef að gera við alla þessa skóla, sko. Og svo kannski eftir 10 ár þá fyrir það annar hring, sko. Þannig að það er svona einhverjir kerfi teikna sig fyrir einhvern svona stöðuleika sem er ekki til staðar. Og svo til viðbótar sem Sigurður nefndi, sko, er að við erum kannski búin að reisa okkur hurðar sem öxl með því að búa til svona skipulags kerfi sem getur ekki brugðist við þeim breytingum sem verða, sem eru ólíkar því eða stöður sem eru ólík því sem við vorum að teikna okkur undir, sko. Þannig að þetta er bæði á innbútliðinni, þetta er það sem við ákvaðum að ættum að gera og hins vegar svo hvernig við ætlum að bregðast við því sem við heldum að myndi gerast. Og þetta er svolítið stórt og ég heldur sem ekki hægt að vera ósamlega um það. Við erum að teikna samfélagi þannig upp að fólk muni ekki eignast íbúð. Og mér finnst það, við Sigur erum svipum aldrei, þegar við vorum ungir, þá keifti maður sér bara íbúð og það var bara ekkert merkilegt. Þú veist, maður bara var með venjulega tekjur og var að venjulegu gaur, keifti sér bara einhverja ódýra íbúð í svona ágæta fyrstu eign og maður var ekkert að pæli því hvort að eldhúsinnréttingin væri gömul eða ekki, en maður bjóð þarna, maður átti þetta og maður beygði upp eigið fjör, svo getur maður næstu eign og næstu eign. En þú ert núna að teikna upp samfélag þar sem þetta verður undantekning. Þú þarft að hafa lent í einhverju afskaplega heppilegu eða verið með afskaplega sterkt bakland til þess að geta gert það þar sem við töldum áður að væri bara eðlilegu gangu lífsins að vera í þeim takti. Og þegar staðan er núna sem er svona viðbragð við einhver stöðu að þú ert eiginlega það er búið að segja þér þú megir leigja fyrir X en sá peningur dugir ekki til þess að þú leggir út fyrir íbúð og þetta er bara ég held að við getum alveg spáð því þegar maður er svona erfitt að spá eða eiginlega ómögulegt en við erum svona nema eitthvað breytist þá mun ungt fólk að megin þorra ekki eignast eigin íbúð. Það heldur ekki staða sem við viljum tekna okkur upp í. Já, við sjáum það bara hvað er að gerast. Við eins og bara ef við skoðum 10, 15, 20 ára aftur í tímaðan, þú veist, og við fórum yfir það síðast að 1920, 1940 var 1/3 af Íslendingum sem átti allar eigninar og hinni voru bara leigulegar. Og svo voru það átak allra síðustu öld, allar félagslega framfarir, það tengjar svolítið húsnæðiskostinum. Og þú veist, þar ertu komið með húsnæðis öryggið og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli. Og við sjáum það bara að við skoðum eins og skattrandalögin. Eina raunverulega
tækifæri almennings til eignast eitthvað á Íslandi í gegnum eigin húsnæði og það þú veist, og við erum þá bara að breyta alveg ótrúlega, við erum að búa til alveg ofboðslega mikil ójöfnu og misskiptingu og við sjáum það bara núna 5% af þjóðinni ef við horfum út í gluggan árið 3. hver íbúð og það er rosalega verðmæti sem að byggjast þar upp. Húsnæðismarkaðurinn í heild sinni 13.000 milljarðar og það er rosalega sko eignatilfærslu sem við erum að horfa á og þegar við erum með svona háa viðvarandi vexti að þá sá sem að á ekki hann þarf að greiða miklu hærra en sá sem á hann verður bara hraðari, þú veist, eigna meiri og þetta svona komið á þann stað að samfélagssáttmálinn að mínum að það var að hnykta í orðum og þetta það djúpst þetta ég hef ágjörð af til dæmis bara samkeppnisefni og fleira og ójöfnur þú veist, ekki til framdráttar þegar kemur að því. Og það félagslegi kvillar líka, sko, ég líka hugsa út af því að ég nefndi þetta mjög oft í þessu hlaðvarpi en þótti það líka merkilegt að ég mjög mikið, ég búin að vera að rifja upp hérna skipulagsfræðin og fór í hérna að stúdera aftur Járnbúr Webers þar sem að í rauninni ákveðið öryggi verður sko hlekkir gagnvart frelsinu þar sem þú ert stanslaust að ef það einhver löggjöf sem að eitthvað til trafala að þá ertu að fara að leysa það með annari löggjöf sem að svo tvístrar út frá sér að þá koma önnur vandamál og þá ertu að leysa það með annari löggjöf og þar fram eftir göttunum og ég hef rosalega mikið verið að spá í þessu sem að Þorsteinn Víglundsson sagði eitt sinn við mig, hann sagði, hann náttúrulega þróunaraðili á fyrirtæki sem stólið mér núna, munið það skiptir ekki máli, en hérna hann sem sagt benti á að sko þegar að hið opinbera að setja einhvers konar eftirlit eða einhvers konar viðbótarlöggjöfur húsnæðisuppbyggingu og annað og hann sagði það skiptir mig bara engu máli og þetta eiginlega bara gott fyrir hann því hann með kannski 3-4 lögfræðinga á sínu snærum sem að geta verið að stúdera það hvað þarf að nákvæmlega að gera hvað ákveðinni löggjöf en aftur á móti minni verktakar sem hafa ekki mikið bolmagn og mikið svigrúm þröskuldin þeirra hækkar sem að þá eykur og betrumbætir samkeppnisstöðu þeirra sem eru í miklu betri stöðu og ég hef verið að hugsa þetta út frá þeim svona sem að byggja að ég man þegar ég var ungur þá var þetta svona að lokast en sko að einstaklingar gætu byggt sitt eigið hús það svo fjarlægur draumur fyrir fólk sem ungt í dag en var það ekki á þeim tíma og ég held að það hafi losað rosalega mikið það sem að svona við teljum vera eðlilegt svona aðlega húsnæðisuppbyggingu að aðilar hefðu bara getu til þess að byggja sitt eigið húsnæði en í dag það bara algjörlega fjarlægur draumur. Já, og það líklegast rétt, en það sem mér finnst alvarlegur og held að sést kannski stæðst í flöskólsun og erfiðast fyrir okkur, að þeir verum ekki að byggja réttar stærðir og bara tröppugangurinn að Björgvin kom inn að ferðaþjónustuna. Ferðaþjónustan stæðsta útflutningsgreinin okkar og sjálfsögðu þurfa að vinna með og í til dæmis bara gögnum að skoða skipulag og íbúð á þörfinni. Það var ekki einu orði minnst á þörf fyrir skammtímalegu til ferðamanna. Að sjálfsögðu á þetta að vera inn í öllum áætlunum. Að sjálfsögðu á að vinna með greininni hvernig optimæsum þessu. Ef þú tekur það ekki inn í þá þetta bara risastórt vandamál. Og það að við séum rauninni núna komin á þann stað að sveitafélögin í þessari skortstöðu eru í þeirri stöðu að þau þurfa að selja lóðir dýrum dómi. Það einhvað þú veist, raun í kerfinu, það verið að setja allt og mikið álögum á sveitafélögin ef þau þurfa að ná endum saman með því að selja lóðirnar svona dýrum dómi. Þetta rosalegar raun í tölur sem við erum að horfa á ef þetta 20-25% af lóðaverðin eða af íbúðaverðinu sem lóðin. Og það klárlega einhvað sem að raun þarf að endurskoða, raun tekist þarna sveitafélagana. Í dag það bara útsvar og fasteignagjöld. Það ekki lóðasala, ekki viðurkennt í samfélaginu að eigi að vera tekið svona sveitafélag. Að sjálfsögðu þeir ekki segja þeir að gefa lóðirnar en ekki selja það svona dýrum dómi. Það alltaf einhver kostnaður, þetta takmörku geður svo framvegis. Þannig í heildarmyndinni þar rauninni þetta, við tölum að jafnvægi húsnæðismarkaðir á ábyrgð sveitafélaga. Það hagkvæm húsnæðisuppbygging líka og húsnæðisöryggi. Og hagkvæm húsnæðisuppbygging þegar við komið lóðirnar selda dýrum dómi þegar við erum að tala það að meðal íbúður gætu hugsalega verið 20% minni
þá það segir það sjálft og við getum með sama byggingamagni byggt 25% fleiri að við getum verulega tekið niður einingaverðið á íbúðunum. Það þarf ekki að vera svona hátt en í dag það ekki hægt að því að skipulagið blokkar það og skipulagið ekki að taka tillit til þess að við þurfum minni íbúður. Eins og segði, lýðfræðin, það bara ekki gögn í því. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það var svo merkilt að 1985 fann ég, gögn frá 1985, fann ég frábæru og bestu gögn sem ég fundið skipulag. Það snýrist allt samfélagið. Þetta var bara tekið út og núna í nýjasta skipulagi höfuðborgarsvæðisins sem frá 2015. Það ekki einu orði nefnt minkandi fjölskyldustærð, fæðingatíðni, hvernig íbúð þarf að byggja. Það enga leiðbeiningar til sveitafélagana. Það þetta sem vantar. Og þið sjáu það bara þegar tölum hagkvæma húsnæðisuppbyggingu, ef að lóðaverðið væri ekki svona hátt og við værum að fá að byggja, leyfa verktökunum því á við og ég skal aðeins útskýra hvað ég á við minni íbúðir. Ef þú ert framkvæmdaraðili sem færð rauninni byggingarheimild í skipulagi til að byggja 1000 fermetra og þú ákveður að gera rauninni meira hlutfall minni íbúðum, þú ert alltaf bara fastu með töluna íbúðafjöldan. Þú átt bara að byggja 100 íbúðir. Og ef þú ákveður að taka nokkrar að byggja þær minni heldur en hitt, þá situr eftir með restina fermetranum, þá annarkvort greiður auka gjald fyrir fermetra sem byggur ekki og situr á hina, eða stækkar þessa millistóru íbúðir og byggir þá ennþá stærri heldur þú ætlaðir og hefur þá risastórar íbúðir. Og þið sjáuð bara nýbyggingarnar, það rosalega mikið á stórum 160, 180, 200 og jafnvel ennþá stærri íbúðum. Þetta skýringin. Framkvæmdaraðilarnir þurfa nauðbeðir að nýta rauninni alla fermetrana því að þið greiða fyrir þá. Hinn möguleikin eins og ég sagði á hann að dreifa því á en þá ertu búin að taka óhagkvæmnin út eða byggja. Ef við getum lagað þetta og þá tvennt til, annars er byggja bara færri íbúður eða byggja allt upp í 25% fleiri íbúður og ná betri nýtingu á landinu og þéttari byggð sem að skila sér í hagkvæmni húsnæðiskostnaði. Það þetta sem svo áhugavert og ef við náum betri hagkvæmni húsnæðisuppbyggingunni þá náum við þessu umrædda húsnæðisöryggi. Í dag þetta bara svo villt að vestrið. Guð hjálpi þeim sem á leigumarkaðnum. Ég talaði við Jónas Atla Gunnarsson fyrir ekki svo lengu, hann að starfa einmitt hjá HMS og hagfræðingur þar og þar einmitt ræddu við úthlutun fermetra og okkar mat líka þegar ég talaði við mann sem fæddur 2002, hann var að fara að kaupa sér eign og hann sagði svona, já ég að horfa eitthvað kringu svona 100 til 120 fermetra og ég sagði hann, vá, mér hefði aldrei dottið í hug að fyrsta eignin mín 100 til 120 fermetrar. Hann endaði að kaupa töluvert minni eign en þetta samt sýnir ákveðina svona, misræmi í svona væntingum og kannski þetta elta ákveðina væntingar að íbúðina séu svona stórar. En ástæðan fyrir því, Björgvin, mér langaði líka að fá þig þetta þegar við erum með svona skakka, fermetra stjórnun á per íbúa og áhrif þess til dæmis þegar að 3000 manns koma inn á eignamarkað þar sem að framboðið af húsnæði fellur sjálfkrafa niður, hvað áhrif það hefur á nærliggjandi svæði og líka á höfuðborgarsvæðinu, á Völlunum voru margir sem fóru, Keflavík og annars staðar Voganum líka. Sérðu eitthvað svona, þetta að nýta tækifæri í það að nota reynsluna til þess að sjá aðeins fyrir hvernig við eigum að haga þessum málum? Mér finnst bara eiginlega nauðsynlegt að fara aðeins upp í stóru myndina. Ef ég væri að tala við bara yfir borgarstjóra höfuðborgarsvæðisins og bara forsætisráðherra eða eitthvað. Þú ert að tala við báða núna? Bara eitthvað sem ráða öllu. Þá augljóst að við höfum verið að bregðast við hlutum á eftirspurnarhliðinni á þess að eiga við framboðshliðina.
við gerum erfitt að byggja, við gerum það tímafrægt, við erum að setja alls konar skilyrði sem hækka verðið, þú veist, við erum að sérstaklega Reykjavík að vera skipuleika svæði þannig að það vera að búa til verslunarrými sem hefur minni eftirspurn eftir heldur en borgin er að gera ráð fyrir sínum plönum og það hækkar verðið á þeim eignum sem eru þá eftir og þá er þetta búið til eitthvað svona spíral það sem eftirspurn og frambóðir í fullkomlega ójafnvægi stærsta verkefnið fyrir stjórnvöld að búa til hvata til að þetta leysist og þá eru hlutinni sem eru það þarf bara miklu meira frambóð það er miklu meira hraða til þess að frambóði komist í notkun og brúa þetta eftirspurnar ójafnvægi sem er alveg augljóst að við erum að glíma við. Ég meina, þú veist, Grindavík sýndi bara alveg hvernig staðan er. Þar kemur inn hópur, nýr hópur á markaðin sem kemur með eigið fé. Þú veist, það meina ríkið kaupir nánast allar fasteignir í Grindavík þar sem ykkur með lögheimili. Það sem eigandi með lögheimili. Og hvað gerist þá er fólk að koma inn sem getur keypt það sem í boði og við sjáum það bara að það var ekki droslega mikið í boði það var skortstaða fyrir þannig að þetta var hópur sem var ekki beint, sem þurfti ekki að fara í þessar klassíku keðjur þannig að þau gátu í rauninni keypta sem var innan þess verðbil sem þau voru að glíma við og við sáum bara heilu blokkirnar og hús til dæmis á Álftanesi sem eru bara grindvíkingar svo ég er ekki að segja þessi slæmt en það sýnir bara aðeins hvað var verið að glíma við og þó þetta sé náttúrulega ekki það marga fjölskyldur þá hvað þetta var snúið fyrir þetta fólk að koma inn á markaðinn hvað staðan fyrir var snúin og mér finnst þú veist auðvitað búið til hvata eins og Sigrún nefnir að þú ert eiginlega með hvata sem byggingar að byggja stærra heldur en við getum haft kenningum að þurfi en þetta bara stærra þetta bara það ekki verið að búa til ný hverfi af þeim hraða sem augljóst að þyrfti að gera til þess að ójafnvægið taki enda og við getum alveg lendum í alls konar hlutum bara alltaf sem breyta því sem við heldum og þá þarf að vera einhvern veginn sveigjanleiki í kerfinu til þess að takast á það. Ef við hugsum það að við séum í stóru myndinni og horfa á heimsmynd sem við gerum ráð fyrir að yrði heimsmyndin 2011 eða eitthvað svoleiðis. Það er alveg galið við erum búin að þróast allt öðruvísi heldur en við gerðum ráð fyrir og ég held að þetta sé við horfum að bara hver stóru verkefni bara stjórnvalda þú veist, við höfum oft náttúrulega Seðlabankinn hefur verið með skýrt markmið það bara eitt markmið, það bara að halda verðbólgu í kringum 2,5% það gengur ekkert eitthvað frábærlega en eitt af markmiðum stjórnvalda ætti að vera og mér finnst að það ætti að vera spurningi sem margir stjórnmálamenn ætti að fá bara, viljum við að staðan sé þannig að fólk geti keypt sér íbúð hvað ætlum við að gera til þess þegar við erum að teikna okkur inn í það framtíð að séreignarstefna sem Sigrún nefndi svona grundvöllur að svona mörgu góðu hlutum sem gerist á seinni hluta síðustu aldar hún frá hún ekki í gildi og þessi ójafnaðar uppbygging sem við erum að teikna okkur upp í það er erfitt að spá en við getum alveg spáð fyrir að hún mun aukast Þið sjáu það bara til að svara og bæta eins þessu Björgvin að segja 92% fólks á leigumarkaði vill ekki vera þar þetta er alveg skýrt hvað samfélagi vill og ég sem foreldri vill ekki að strákarnir mínu fara á leigumarkaðin ég mun gera allt til að koma þeim inn á eignamarkaðin og það Björgvin kom inn á áðan aðeins áætlanir sem við vorum að vinna með 2015 hvernig þú veist það raunni hvað við myndum gera við vissum núna það mjög merkilt að skoða þessar áætlanir raunni þetta til dæmis með allt sem að kallast lýðfræði ef við sjáum bara núna þú veist þó að túristinn hafi stækkað alveg gríðarlega síðustu 10 ár út af bara öldrunni þetta svolítið fyrir síðan að skoða gögnin hjúgrunnar og félagsþjónustan þar eru að flytja inn langt flestu nýju Íslendingana og mun það verða áfram já
öldrunin, við erum ekkert farin að díla við öldrunni almennilega sem samfélag út að vera svo ung. Sjá það að fæðingatíðin 1964,5 og hann 1,5 núna. Þannig að stóru árgangarnir, það fólki sem er að fara eftirleið núna og eldast og hlutfallið af öldruðum Íslendingum við heildina hefur verið mjög lágt hingað til en við erum að sjá það aukast. Þannig að ef við aðeins skoðum gögnin og þá það alveg skýrt, við munum þurfa svipaða fjölda af nýjum Íslendingum, 5.000 svona cirka og 10% af þeim til viðbótar eru börn sem koma með nýjum Íslendingum. Við vitum það að við erum að eldast. Fæðingatíðnin okkar ekki nema 1,5 og það bara að reikna út hver er breytingin og við búum bara við lúksus núna að við erum svona gróflega 15 ára eftir hinum Norðurlöndunum, þannig að við getum séð til dæmis hvers konar húsnæðiskort við þurfum. Við erum ekki að byggja inn í það. Fjöldin af einmenningsheimilum, sjáu það til dæmis 65 ára eldri og það er hópurinn sem er að vera gífulega aukning í. Nær annað hvert heimil er einmenningsheimili. Og ef við erum ekki að byggja inn í þar og ná þessar ringrás og nýting á innviðanum að skapa góðan valkvöld fyrir fólk að fara úr stóra húsnæðinu og minnka vissi og losa pening og svo framvegis, það ákveðin hagræðing sem fylgir því, þetta hendar ekki öllum en hendar sumum. Þarna erum við bara ekki að undirbúa okkur og horfa á gögnin og það er það sem er svolítið athyglisvert við þetta. Við erum alltaf eins eitt í gömlum upplýsingum. 9 af hverjum 10 íbúðum sem við þurfum að byggja eru barnlaus heimili. Við erum alltaf að byggja ykkur risastórar íbúður með mörgum herbyggjum sem að enda núna í herbyggislegu. Ef við skoða núna hvað við verðum að gera síðustu 10 árin og skoðar þessar íbúðir, þær eru fæstar að lenda hjá þessum fjölskyldum því það eru ekki til. En þetta er eitt besti fjárfestingakosturinn að kaupa fyrir fjárfesta og fara í herbyggislegur. Og nú er það svona, líklega stans að mettast með hvað er orðið mikið þessum íbúðum sem situr fast núna því að túristinn er svona svipaður og það er áhugavert að skoða núna eins og aftur þessa íbúðir. Þetta er ekki íbúðir sem við erum að biðja Þannig það er alveg skýrt að kerfið er ekki að virka og ef við erum að tala eins og þú myndist á í formálunum og talar bara hverju þurfa að breyta. Það er alveg skýrt að ríkisvaldið þarf að veita sveitarfélögunum svigrúm og sjálfsákvörðunarrétt í skipulagsmálum ef þau hafa þessa ábyrgð. Þú getur ekki ætlast til að sveitarfélögin sinni skildum en hafi ekki sjálfræði skipulagið sitt. Það gengur bara ekki heim og saman. Það er í rauninni enginn sem er með ábyrgð á málaflóknum. Ef þú kallar yfir hópið núna og segir bara hver ber ábyrgð á þessu, það er enginn sem réttur upp hend, það er allir sem benda á hvern annan. Og hvað varðar sveitarfélögin sjálf, þá þurfa þau að uppfæra skipulagið miðað við hvar við erum núna. Þetta er allt annað samfélag heldur við vorum fyrir 10-15 árum og hvernig íbúðu þarf að byggja og ekki að vera með það þannig og þannig þarf kannski ríkið þá að stíga inn í varandi hvaða kröfur eru á sveitarfélagin, ekki þvinga sveitarfélagin til að allt einu komi tekjustofna að selja lóðir. Það er ekki það sem henta samfélaginu en því miður erum við að horfa upp á það núna. Og svo er það með framkvæmdaraðilnir. Framkvæmdaraðilnir þurfa að vera miklu meira þáttakandi í hvernig íbúðu þurfið. Það er á að vera reynsla sem þeir hafa og þeir sitja uppi með þess að íbúðu núna og reyna að koma þeim út. Þannig að það er að gera miklu betur saman en við þurfum sameiginlegt átak. Eins og kom inn á áðan, samfélagsáttmálun okkar og í rauninni kynslóðsamningurinn sem við erum að afhenda næstu kynslóð. Við erum svolítið að fara að afhenda næstu kynslóð annað samfélag heldur við tókum við. Og það er einhver rangt við það. Við viljum afhenda betra samfélag en við tókum við, en mér finnst þannig fyrsta skipti í mjög langan tíma í íslensku samfélagi það vera alveg stórt spurningamerki, erum við að gera það, erum við á réttri leið og ég held að við séum það ekki. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Nei, sko það er eitt sem ég verði að láta því að Björgvin, þú komst með eina hugvekju sem ég reyndar ekki pælt í, sem ég varst mjög áhugaverð og
sko það ég var líka með Ævar Svein hjá Þarfaþing og Pál, Heiðar Pálsson fasteignasala og hann var með að ræða það er svolítið erfitt að selja þessu eign út af því að þetta eru ofta ekki eignir sem endilega fólk er eftir höftunum eftir, það er að segja þetta er ekki eignir sem að fólk er svona almennt spennt fyrir út af því að þetta kannski sinnir ekki þörfunum. Það er eitt sem að þú sagði núna, sem að mér þótti mjög áhugavert, er að ef þú ert með stjórnmálumennina einu fyrir fram að bara, viljum við að stefnan sé svona? Viljum við að stefnan sé það að við séum að búa til eignir fyrir séreignastefnuna? Og við höfum ekki verið að, það hefur ekki, forgangsröðun hefur ekki verið þáttina. Forgangsröðunin hefur verið eins og þú ert búin að koma inn á í samvættu umferð, hún er búin að vera aðalega að einhvern veginn að auka birtuskilyrði og fullt af hlutum sem eru örugglega frábærir, en aftur á móti hefur prinsipið ekki verið, erum við að reyna að búa til húsnæði fyrir séreignastefnuna. Og ég held sko ef þú talar sveigjanleika kerfinu og þið talaðu um að endurskoða áætlanir, ég held að þráttur ef að prinsipin eru ekki það að við séum að fara að búa til húsnæði fyrir þá sem eru að koma inn á markaðinn, ef að það er ekki hæsta forgangsatriði, þá held ég að sveigjanleiki og endurskoðun hafi ekkert upp á sig út af því að það forgangsröðunin er ekki það sem að við erum að, það er ekki svo vandi sem að við erum að tala um. Ég meina við erum með þá stöðu núna að við erum með umfram eftirspurn eftir húsnæði í umhverju þar sem hver á vinnumarkaði hver ellilífeyrisþegi eða eftirlaunþegi hefur 5 manns á vinnumarkaði til að standa undir sínu þjónustuþörf eða hvað segja það eru 5 sem borga fyrir hvern einn sem er ekki launþegi eftir árum. Eftir 30 ár þá erum við að teikna okkur í það núna að fólki sem er að borga verður að stærsta hluta á leigumarkaði og það eru 2 sem þurfa að borga fyrir hvern eftirlaunþega. Þetta er bara allt annar veruleiki og fólki getur gert alltaf kröfur á þjónustu samfélagsins ef að greiðslu kerfið er þannig sko. Það er bara miklu meiri byrðar á öllu ef þetta verður stað og við erum að teikna okkur upp í þessa stöðu. Þannig að við erum kannski búin að vera að halda aðeins og lengi áfram í vandamálunum en við þurfum að fara að gefa náttúrulega svona skýra leiðbeiningar til stjórnvalda hvað þau þurfa að gera. Og þau þurfa að auka hraðan, þau þurfa að auka sveigjanleikann, þau þurfa að gefa meira frelsi til þess að reyna að takast á vandann og svo er sem mér finnst svolítið áhugavert, það er náttúrulega segur komið inn á fæðingatíðina, það þarf að búa til meiri hvata fyrir fólklega börn sko. Það er bara alltaf búið að búa til hvata fyrir fólklega ekki börn sko. Leikskólavandi, húsnæðisvandi helst, það er bara sterkur hvati til þess að þessi innmenningsheimili sem segur nefnir sko, þeim fjölgar sko. Og þó að við myndum þó við verum ekki að gera ráð fyrir að allir þessi túristar séu í húsnæðinu niður í bæ og það veri bara allir þessi 20 hótel sem hefur verið undirbúið myndi byggjast, þá þarf þessi 20 hótel sko, líka starfsfólk sko. Þannig að þetta er samhangandi þó við myndum sko bregðast við eins og þeim enda. En þetta er náttúrulega bara þetta er stór spurning sem hefur kannski ekki fengið vægi á því lægi í umræðinu sem við myndum þurfa, það er að segja hvaða húsnæðismarkað ertu að teikna upp og hvaða samfélagsgerð ertu að teikna upp sem á að vera mætt. Við höfum verið á þessum samgönguvagni, við höfum að reyna að minnka útblástur, færri bíla, borgarlínu og allt þetta. Það er alveg hluta myndinni, en það er líka hluta myndinni að segja hvernig samfélag á að vera, munum við þurfa að búa okkur undir. Þannig að við fyrstulega þurfum að vera betri að velta því upp og svo þurfum líka að búið til hvata í kerfinu sem er þannig að ef við spáðum vitlaust 2011, 2015 fleiri, að við séum ekki að bregðast við því sko þegar allt er komið í eitthvað tómt rugl sko. Þannig að mér finnst þetta samt ekkert Siggi, kannski voru kannski að koma eitthvað raunsa í þetta en mér finnst þetta ekkert flókið vandamál sko. Það er bara frambásvandi og við erum bara ekki að díla við hann og við erum bara að láta hann vaksa ár frá ári af því að við erum bara að bregðast við með sama hætti og við bara ætluðum þó að staða sig allt önnur sko. Já, þetta hljómar sko rauninni svo leiðilega að segja alltaf bara við erum ekki að lesa gögnin en það er bara staðreyndin, við erum bara ekki að lesa gögnin
og gögnin eru bara mjög skýr og við erum heldur ekki að spyrja spurningana sem gögnin geti hjálpa okkur að svara sko. En erum við með forgangsröðuna? Mér finnst það gögnin eru mjög skýr sjáu þið bara hvað segja gögnin okkur núna og eins og við erum að tala framtíða samfélagið aldamótin 80% Íslendinga sem eiga í húsnæði 2005 ef við horfum á hópin 25 ára til 50 ára þá er tæplega 70% af þessum hópi eigi húsnæði. Í dag á einungis 55% af þessum hópi eigi húsnæði. Eftir 5 ár... Og bjagað í þá efri hlutans af hópnum, sko. Og eftir 5 ára, því að núna 45 ára hópurinn vega svo þungt, að eftir 5 ár þegar hann er komin og 20-25 ára er komið inn í hópi mengi 25 ára til 50 ára. Spáið því, þá eru komin undir 45% minni hluti Íslendinga á eigið húsnæði. Og svo er alltaf að bera okkur saman skorinni... Vil maður negla annar punkt, ertu að segja það að minni hluti fólks muni verið eigin húsnæði eftir 5 ár? Já, á aldrinum 25-50 ára í dag erum við komin niður í 55% af þessum hópi á eigin húsnæði. Þetta gerur svo rætt að því að þessi hópur, allt nýtt húsnæði er keypt af fólki 50 ára eldri. Hinir eigi ekki peningin. Og besta fjárfestingrunni á Íslandi í dag hefur verið eignasteypu og eins og þetta næri ekki í gegn, ég er að benda á það 5% þjóðinni á árið 3 öllum eignunum og það kemur niður á unga fólkinu, það kemst ekki inn á markaðin þannig eftir 5 ár núna það er bara að handa hotsins 2030 að þá er 45% af fólki sem á eigið húsnæði það er orðið minni hluta. Þetta er bara, við sjáum þetta hvergi umræðinni, þetta eru rosalega, sjáu þið félagslega kerfið og svo framvegis, sjáu bara þú kemur á efri árin, ef þú ert á leigumarkanum, og nú vitna ég bara í skattframtölin, ef þú ert á leigumarkanum, þá átt að jafna þig kringum 1 milljón. Ef þú átt eigið húsnæði, þá er þetta allt öðrum stað, og tala nú ekki þið eru 2. Þannig að það er himin og haf eignastaðan, því að eini raunverulegi möguleiki almennings á eignast eitthvað er íbúðin. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. En núna var ég að hlusta á hérna rauðaborðið í gær, þar sem hafa verið að ræða þessi mál og verið að tala það þyrfti að setja meira í verkefni sem að lúta hérna eftirspurnarhliðinni sem að ég var hjartanlega ósammála en við erum svo sem búin að komast aðeins inn á það. En það var samt bent á það að núna er bæði eftirspurnarvandi og framboðsvandi sem að væri þannig byggður að það væri fullt af íbúðum sem að væri ekki að seljast út af þeir eru alltaf dýrar. Og þá var bent á að hérna það væri aðalega sem að væru svo gráðugir að þeir væru að reyna að maka krókinn og væri þess vegna ekki að selja út að þeir var að bíða eftir að verðbólgan myndi bara sjá til þess að húsnæði myndi að hækka þannig að fólk myndi þurfa að kaupa þessar eignir. Hvert er svarið við þessu? Raunni, eins og segi, framkvæmdaraðilinn sem tekur við ákveðum lóðakostnaði, framkvæmdaraðil í keðjunni, framkvæmdaraðilinn er að vinna á svona 12-15% framleið, oft byrjaði með 20 og enda í svona 12-15 hefur mér sýnst. Raunni, að gefa verulegan afslátt af íbúðunum, það er mikið í, það er að gerast, en það bara skila sér ekki til einstaklingana, af því að það eru stóri fjársterkir aðilar sem eru að kaupa þeir í bunkum og setja þessu í útleigu. Og við erum að sjá það, og ég veit bara nokkuð dæmi núna, þar sem hefur verið að kaupa kannski 50 íbúður í einu og svo bara setja þeir í útleigu. Einstaklingurinn, hefur ekki tök á því að kaupa, því að fyrsta lagi, þetta er ekki, þú ert ekki að kaupa 120 fermetra íbúð þegar vantar 80 og þú hefur ekki svona greiðslugetun í það. Og svo er lánamarkaðurinn, sem stýrir svolítið eftirspurninni, ég vil gera greinamun á íbúða þörf. Það er líðfræði þættir og mannfjöldaaukning sem stýrir því. Svo er eftirspurnin, hún er alltaf drifin að aðgengi að lánsfé og svo framvegis. Hún er bara ekki til staða núna, þá færði ekki lán. Það er enginn sem getur farið á staðgreitt og það er búið að taka almenningu leik.
Þannig að það er verið að gefa afslátt af þessum íbúðum í bara maggkaupum sem fara svo í útlegu. Þannig í stóru myndinni þurfum við að laga og það þarf að fara hönd í hönd eftirspurnin og framboði. Framboði stýrist þá að lóðaframboði. Það skipulagi það þá að vera rétt. Við þurfum að byggja þær íbúðir sem okkur vantar og regluverki þarf að vera þannig að þú veist, það setja byggjita á tiltölulega hagkvæman hátt. Ég ekki tala um að gefa afslátt neinum gæðum eða svoleiðis. Bara sama afslátt að Björg og Blær fær. Björg og Blær. Sjáu það tekur 18 ár bara frá því að deiliskipulagi samþykkt þannig að þú eru að afhenda lyklana. Þetta er stjarnfræðilegu tíma meðaldali. Og við þurfum að auka verulega þau svæði sem við erum að byggja á því þeim er alltaf að fækka eins og sagði það á hann, við erum komin í 5.500 íbúðir í byggingu sem er þú veist á höfuðborgarsvæðinu, það ætti að vera til þess að mæta þörfinni í kringu 20.000 og þið sjáuð bara í hendi hvað mun gerast með skoðurinni þrýstingin á húsnæðisverðið, leiguverðið sem skila sér í verðbólguna, sem skila sér í hærri vexti og þar erum við bara að keyra undir misskiptinguna því það er bara ákveðin hópur sem getur keypt þessar eignir og hini verða bara að vera leigulegar. En aftur, þú veist, frambóðið, þú veist, lóðaframbóð, rétt skipulag og regluverkið, en við þurfum að passa það líka samlið þessu, við færum bara átaki í húsnæðisuppbyggingu, það þarf að fylgja með virk og lánamarkaða þá líka. Að fylgja með þannig að það er ekki búið fjárfest í fullt af íbúðum svo það kemur að þið selja þér, þá verður ekki til lánamarkaður. Og stæðista mál ríkisstjórnarinnar í dag er að stuðla efnahagsstöðugleika og við sjáum það bara þegar húsnæðisliðurinn er að valda 2/3 verðbólgunar, það er ekki hægt að ná stöðugleika í efnahagsmálum á Íslandi nema og lægir húsnæðismarkaðinn og þetta verður að vera forgangsmál. Hvað voru eittir margir klukkutímar á síðasta þingi í húsnæðismál? Ég fór yfir öll málin. Hvað mörg mál haldið það sem snýra húsnæði? 2-3 eða eitthvað og þau ná því ekki. Það er engin fókus á þessu og aftur hvernig ætlar að ná efnahagsstöðugleika nema og lægir þetta og það er þetta sem er svo áhugavert hvað þetta fær lítinn fókus. Það tala allir um þetta, svo bara deyr þetta. Það tala allir um þetta, svo bara deyr þetta. Það er vaksta ákvörðuna tími framöndan. Hvað er að gerast? Við sjáum það bara þrýstingurinn af verðbólgunni er bara það mikill. En við myndum bara vera í lausnagifnum og við veitum það alveg að það sem ný borgarstjórn gera í Úlfarsárdal er ekkert að fara að gerast þessu kjörtímabili. Þannig að þetta er svona þau hafa ekki sjálfstæði í það. Þú getur ekki tilkynnt einhvað sem er ekki háð þér. Þannig að það skiptir eiginlega einhver máli þó þau hafi sagt þetta, en segjum að þau myndu hafa tækið til þess að gera þetta. Segjum að það myndu bara breytast forsendur vaxtamörk og við getum byggt 10.000 einingar eða eignir í Úlfarsárdal. Þá þurftum að búa til strúktúr þannig að þetta myndi gerast hraðar. Þannig erum við með verkefni sem er skilgreint og þetta er staðsending sem er skilgreint þannig að við myndum bara geta byggt þessar eignir. Þá að sé til einhverjar rangar eignir eða öðruvísi eignir heldur en við þurfum akkurat núna í þessum þéttingareikjum, sérstaklega í Reykjavík. Eða væri eitthvað annað eins og bara 10.000 í Úlfarsárdal það myndi gerast hraðar, þá væri staðan bara gjörbreytt. Þá væri bara, þá væri þetta ekki, þá væri ekki þéttingareitir á kjarnasvæðum í miðborginni eða nærumhverju miðborginnar, þá væri það ekki miðjan í markaðinu sem það er í dag. Þú þarft bara, við höfum séð alveg þú séð reiti í Hafnarfirði, Skarðshlíð og Álftanesið og ýmislegt fyrir að bara gengi vel það er bara þulusast út af því þetta er bara nær því að vera á þeim stað sem markaðin kallar eftir en það þarf að auka hraðan til aðgerða, það þarf að auka grunnin sem þú eigur hraðan á, það er að segja fleiri svæði, meiri fjölbreytni ég hef ekkert brjálæslega trú að stjórnvöld geta alltaf byggt nákvæmlega réttu eignindar en þeir þurfa að hafa hvata til þess að fara í það átt og það þarf líka að vera nóg mikið magn til þess að þeir komist upp með að gera eitthvað mistök að því í dag er alveg ljóst að það er bara þetta, auðvitað er lánamarkaðurinn erfiður og vaxta umhverfi erfitt og svona en ef það væri framboðsleiðin væri það væri búið að leysa vandamál á framboðsleiðin sem er ekkert endalega háð hinu það er að segja hvernig getur byggt hraðar, hvernig getur búið til hvata til að byggingaraðlar
byggi minni eignir, það svona þessi svona sveigjanlegri eignir, þannig að það getur brugðist betur við hvernig hlutirnir að þróast. Mér finnst til dæmis svolítið gott að horfa á skólabyggingar, að því það svo frábært dæmi um hluti sem sko eru bara rangt hugsaðir. Það er alltaf byggðar svona einhverja rosalega flottar skólabyggingar sem hitta á eftirspurnina eftir því húsnæði svona 5 árum og seint, og svo svona 3 ár eða 3 til 10 ár það sem er rétta skólabyggingin, og fyrstu 2 árin eru svona einhver svona skúrar sem að leysa þetta, svo akkurat þeim losað á svona 5 ár það sem þetta rétt bygging, og svo eftir 5 ári viðbót þá bara, hver anskotin, við erum með alltaf mikið skólum í hverjum því allir eru 50 sko. Þetta bara, það þarf að vera meiri harmonika í öllu kerfinu sko, og við þurfum að hafa fastegna umhverfi þannig að það geti brugðist við. Núna erum við bara að reyna að bregðast við hlutum sem eru bæði framboðsmál og eftirspurnarmál bara á eftirspurnarliði. Já, svo virðist að vera einhvern veginn að megi ekki tala það að lifa markanum að ráða. Þú veist, eins og núna, framkvæmdaraðilar, ég tala við mjög marga, þeir eru ítrekkað að tala við sveitafélögin að fá að byggja rétt. Þeir fá það ekki, og ég fór yfir það áðan. Þannig að hvatinn þar, hann til staðar hjá þeim, en sveitafélögin þurfa uppfara forsendin sínum skipulag. Þar liggur það. En svo ekki bara, ungt fólk verður alltaf til sko, og svo kom Urriðaholti og þá allt í einu fluttu miklu fleira ungt fólk í hverfi heldur en það var gert ráð fyrir, af því það var alltaf bara ekkert annað í boði, Vogabyggð, það er frábært dæmi líka, það er bara, við gerum ráð fyrir að þetta er því svona eldra fólk sem vil fá útsýni við vogin, nei, það er bara fyllist alltaf börnum og það er ekki leikskólar, það er bara því að það er ekki verið að mæta þess á öðrum stöðum, sko, þú þarft bara miklu meira. Það er skortur, það er svo erfitt að gera áætlanir í skorti, en þetta er bara til þess Úlfarsdalurinn eins og Björgun var að koma inn á þann, 10.000 íbúðir, það er bara langt frá því að vera nóg, það tekur svo langa tíma, sjá við valsreiturinn, hvað er þetta 20 ára að byggjast upp, Keldnalandið er ekki að fara að stað, Höfðin er rétt að fara að staða núna. Já, þetta er samt með spurningu sem væri svo, sem er svo relevant, sko, þannig að Keldnalandi, ok, við erum að gera ráð fyrir þessum hraða, hvað þurfum að gera til þess að breyta hraðanum í 3x, sko? Eða Úlfarsdalinn, bara þessi það þarf að bregðast við þessu og það eru nokkri reitir sem alveg innan seilingar sem búið að ákveða að byggja einhver tímann en eru ekki að því að góðgunarröðin er fyrst borgarlínan og svo þarf þetta að byggja í kringum borgarlínuna, þú getur ekki farið klára Höfðan fyrir að búum borgarlínuna, þú getur ekki byrjað á Keldnalandi að því að borgarlínuna á að vera þunga með hann og þess vegna síðust, ef það á að vera staðrindin þá þurfum bara að byggja bönnusvæði á meðan. Þannig erum við samt aftur kominir í þessi forgangsmál sko. Já, það er það sem er svo sérstætt sko. Hvað er það sem skiptir okkur máli? Er það samgöngumáli? Hvert er markmiðið sko? Já, ég sé það, það hefur verið kjarnamáli núna, samgöngun og afleiðingin er þessi, við erum í skortstöðu, við erum að gjörbreyta samfélaginu, við erum að gjörbreyta tækifæri ungt fólks, það hefur ekki lengur val að eignast húsnæði og húsnæðisöryggið er ekki þeim stað sem við sem samfélag vilja. Þannig að Björgun kom inn á þetta aftur, hvað er aðalatrið og hvað er aukaatrið? Ég ætla ekki að fá skjótan inn, út af því að sko, það er eitt í þessu sem að þið voruð að koma inn á núna, sem að er það sko, þú talar um fjölbreytileika, í því hvernig við byggjum. Og ég nefndi þetta nú við Pál Heiðar Pálsson, síðast þegar ég talaði við hann, að ef við erum með þróunaraðila sem fá aðeins meira svigrúm til þess að gera það sem að þeir telja að markaðurinn þurfi og vilji, að þá erum við miklu líklegri til þess að geta séð þau mistök sem að eiga sér stað og hvað virkar vel og hvað virkar illa og nota þær upplýsingar til þess að taka í kjölfarið ákvarðanir. Og þetta ég er að tala um Járbúr Weber, þar sem að einhvern veginn regluverkið verður svo, það verður svo aðþrengjandi að þú veist ekki einu sinni hvað ákvarðanir þú ert að taka út af því að þú ert að vera svo rosalega þétt á ákveðinu skipulagi að þá ertu miklu líklegri til þess að veit ekki hvað fór illa og hvað fór vel út af því þú ert svo rosalega aðþrengtur og ég hef verið að segja af hverju leyfum við ekki frekar þá þróunaraðilum að vera aðeins meira í því, að vera með sveigjanleika að telja, að meta það hvað markaðurinn þurfa að vilja. En sko Sigurður sem er svona hluta lausnin Sigurður kynnti sko samfélagsumræðuna fyrir þessu hugtaki vaxtarmörk sko við byrjum bara á einhverju einföldu. Við getum ekki vaxið eða aukið framboð húsnæðis
nógu mikið innan núverandi vaxtamarka? Er ekki hægt að vera það er alveg skýrt og því til ok. stuðnings bara raunni 50.000 mann sem að hérna skal segja er áætlað að stækka, það er bara ekki pláss Já, fyrir við tökum það er það bara fórsenda. Ok, hvað þarf að gerast í stjórnkerfinu svo að það verði hvatar til þess að taka það ákvörðun þá að breyta því? Það sem mér finnst einhvern veginn núna er að það er, það er enginn sem tekur ákvörðuna með nógu mikið undir til þess að ákvörðun verði tekið þó að sameiginlega gætu alveg verið sammála að ákvörðun sé rétt á hann dagi. Ég meina, hvenær verður það ákvörðun tekið? Hvað þarf að vera búið að gerast til þess að Það ljáðist að gera þennan varnagla sem ég hef komið inn á þegar lögunum var breytt. Þannig að þetta þarf að koma eða það frá löggjafurinn. Löggjafinn þarf að breyta því að neitunarvaldið, sjáu það í dag, að 1 af 7 sveitafélagunum, það er ekki allir með sömu sýnin á það. Það er bara nóg að eitt segi nei, ég vill það ekki og þá er það búið að taka lýðræðið úr sambandi og því ég tala sjálfræði sveitafélagana, það er bara nóg að einn af þessum 7. Sko, það er svo áhugavert að sjá þessi vaxtamörk, þau voru bara, það voru uppbyggingar áform sem voru út fyrir þessi vaxtamörk og þau voru þrengd svo verulega. Þannig að staðan er þannig núna að ef ég er bæjastur í einhverjum bæ eða jafnvel bara minnuluti í einhver staðar, við erum bara góð, þannig að ég kemst alveg upp með það, þannig að það þarf í rauninni að sannfara þá stjórnvöld, þar að segja ríkisstjórnum að segja, þetta er að búið til hvata sem er að láta vandamáli stækka, við þurfum að breyta þeim hvata með því að breyta lögunum svona. Þannig að það er í rauninni frekar ólíklegt að þetta muni lagast í núverandi okkur. Það er búið að reyna það og það er búið að reyna að gera alls konar hluti, rauninni hvort sem það er rammasamkomulagið sem einungis rauninni borgin skrifað undir það sem átti að framleiða 2000 einingar en var svo bara 800. Það er búið að reyna alls konar rauninni hluti af ríkisvaldinu til að hafa áhrif á sveitafélagin. Það sem að virkar bara, það þarf að rauninni hleypa sveitafélagum eins og Hafnarfirði, eins og Kópavogi að nýta sitt land áfram. Og þið sjáu það til dæmis bara eins og í Kópavogi að húsnæðisuppbyggingin er bara orðin sára lítil. Hún er bara búin. Hún er bara búin. Ný fastegnanúmer til dæmis 2022-2023, ég held að það verið 60. Þetta er næstasta sveitafélag landsins. Það er bara ekkert að gerast. Hafnarfirði vantar rauninni núna að byggja út. Því það eru mismyndi hvatar, ef þú ert sveitafélag sem átt nóg á lóðum, þá gengur rosalega vel að selja lóðurnar. Ert þú endilega að hugsa að hleypa hinum áfram, ég er ekki að segja þessi svoleiðis, það er bara svona, þetta er svona, og það þarf að klippa þetta samband, það er svo skýrt að okkur vanta fleiri lóður, það er bara lóðaskortur. Og það er svo áhugavert að líka hvernig þetta bara vinnst í raun, sáðu Morgunblaðinu til dæmis núna helgina. Það var auglýsing sem að viðtal við í Kjósarepp, það sem er að tala um að þeir eru að byggja sveit í borg, virkilega flott. En athugið það að skilgreining á þéttbýli og vaxtamörkum eru 50 íbúar eða fleiri. Og þannig er allt í einu Kjósareppu komið fram hjá allir kerfinu sem ég var sérstaklega áhugavert út af því ég er með Gunnarsson-verkefnið, að þar eru þeir farnir að byggja þéttbýli upp í Kjós. En svo fór ég að skoða það öll gögnin frá samtöku sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu, það var bara að fara framhjá. Annað hverfið er 400-500 íbúar, 160 íbúðir og hitt er 50 og það er annað í bíkjar. Það þeir bara að fara framhjá og þeir skilgreindi bara sveit í borg. Og þetta væri með svona ívafi, dreifbýlis, það sem ég er að segja, það gildir ekki sömu reglur eins og þessi 7 sveitafélög. Þetta er bara viðbragð. Þetta er viðbragð. Sveigjanleiki. Já, en ég er ekki, þetta er alls ekki slæmt, þetta er bara mjög gott í alla staði, en þannig er þetta bara komið með, farin að vinna fram hjá kerfinu og gildir bara ekki saman Jón eða séra Jón. Og það er rosalega áhugavert eins og hvernig þetta kerfið fara að virka. Þannig ég segi, þú þetta breyta kvötunum þannig að það sé þetta auka framboð, þú ert líka að byggja miklu fleiri hjúkrunarheimili það er svo alveg umræði í 2 tíma umræði. Það er annar það eru svona 5-6 hlutir á framboðsliðin sem gætir alveg gert sem stjórnvöld og búist á við að staðan myndi lagast talsvist mikið á kannski 5-10 árum eða eitthvað svoleiðis. En þú þarft að auka hraða, þú ert að minnka flækjustig, þú ert að auka hvata til sveigjanleika, þú ert alltaf líka vonast til þess að á endanum munu vextir lækka og allt þetta. Það er og þú þarft náttúrulega að teikna samfélagi þannig upp að það sé að stefna einhvern svona strúktúr sem er saman með einhver markmið svona ákveða. Það er ekki bara að segja að það er borgarlína menn ger þetta og þessum þurfum að byggja upp öll hverju svona. Ef að borgarlínu þróunin er að hægja á keldnaþróunin eða
eða upp á Höfða eða hvað veist, þá þarf einhvern veginn að leysa aðra hluti í því millibilsástandi sem verið að skapa sko. Og sjálfsög þurfa að hugsa samgöngur og ég ekkert að gera lítið úr því eins og segi en það bara alveg skýrt, þið sjáu það núna þessar íbúðir sem við erum með í byggingu eins og við búin að fara yfir, þær eru rangar íbúðir og við erum með 5.500 íbúðir í pípunum og þær eru gjössalega rangar, við þyrftum að vera með 20.000 staðan bara að verða verri heldur við nokkuð tíma síðan og það alveg skýrt að ef við ætlum að standa undir velmegun og verðmætasköpun í landinu þá þurfum við að halda áfram að flytja inn nýja Íslendinga og hleypa þeim að og bara það til dæmis spáið því, bara lýðfræði þróunin út af því fjölskyldustærð að minnka við þurfum fleiri íbúðir, við þurfum rúmlega 1600 íbúðir á höfuðborgarsvæðið, það næstum meira heldur en við erum að byggja. Þannig að spennan eykst og ef við setjum Grindavík í samhengi, þetta eru 1000 einingar sem voru þar svona gróflega, íbúðaskuldin 15.000. Það einhvern veginn, rekist ekki, ég ekki að gera lítið og Grindavík og þeim hörmungum ræðilegar, en það sjáum bara samhengi, það eru 15.000 heimili sem vantar og spennan þar. Það næri, bara umræðan næri aldrei einhverju flugi, hún kemur og hún fer. Og við sjáum bara undirstaðan að þessum efnaðarslega stöðuleika sem við þurfum. Við getum ekki haft svona viðvarandi húsnæðiskort. Við getum ekki haldið heimsmetinu í húsnæðishækkunum ár eftir ár og áratugi á þess að hafi verulegar afleiðingar á okkur. Já, ég meina þetta er bara félagslegar afleiðingar á lokum, sko. Það er bara þannig. Ég held að við sem bara farin að sjá allavega gögnin og spágildi þeirra eins og segið, þetta verður komin í það minni hluti fólks á aldrinum 25-50 ára á sitt eigið húsnæði. Þetta er bara allt annað veruleiki heldur en var fyrir nokkrum árum og það er engin, aðtögi það er engin í samfélaginu sem við biðum þessa þróun. Hún bara einhvern veginn gerist fyrir fram að nefið okkur og við erum ekki að skoða gögnin rétt. En svo líka, þú veist, svo maður verða aðeins pólitísku þið ráðið hversu mikið þið takið þátt í þessu. En það er líka þannig að fólk sem að telur okkur í trúum það helst að húsnæði eigi að vera mannréttindi er samt sem áður líka svona þeir flokkar allavega innan Reykjavíkurborgar sem hafa verið að tala mest fyrir því að borgarlínan eigi að vera í efsta forgangsatriði. Þannig að við erum líka í einhverju svona skakkri umræð. Ég veit ekki hvernig ég orðað öðruvísi, sko. Mér finnst bara eins og umræðan þessi mál sé svo ótrúlega sérkennileg út af því að ég er sammála þér, Björgvin, að mér finnst þetta ekki vera flókin mál og mér finnst við reyndar að hafa gert frekar góð skil á þessu núna út af því að og það sem mér finnst líka gott að við það sem við gerðum er að koma inn á þetta markmiðaatriði því ég hef ekki pælt mikið í því þegar maður sér umræður þetta á pallborðinu eða bylgjunu eitthvað þannig þá var þetta rosalega afmarkað við eitthvað svona já, þú veist, það er húsnæðisvandi og við þurfum einhvern veginn að grípa það en það eru trilljón önnur atriði sem við þurfum líka að vera að spá í og ég núna samt eftir þetta núna, eftir klukktíma sem við erum búin að vera saman þá hugsa ég þetta miklu frekar en forgangsatriði það bara að vera þetta svo getur hitt komið eftir á, skilur við þurfum að búa til frábær hús og einingar sem og vera með svona eðlilegan vera með eðlilega fermetradreifingu per íbúa sem að sinni þörfum þeirra og væntingum svo getur hitt tekist á við það hvernig svo íbúðabygging kemur upp. Þetta er já þessi pása verður með sko þetta er bara eins og svolítið í öðrum málum það þarf að vera alveg ljóst hver stóru markmiðin er og ef að markmiðin eru að við erum að búa til samfélag þar sem fólk hefur tækifæri til þess að kaupa sér litla íbúð þegar það er að nálgast 30 eða eitthvað svoleiðis. Eiga val það? Og geta tekið það ákvörðun, kjósið það og svo 5 ára setna stækka hans við sig og svo kannski 5 ára setna stækka aftur við sig og svo kannski 15 ára setna minnka við sig og svo fara hans. Það sé eitthvað svona hringekja íbúða eignar og húsnæðisegnar sem er svona eðlilegu taktur í lífinu. Það er samfélagi sem við vorum ána með að væri til fyrir 15 árum og svo svona smátt og smátt erum við búin að grafa undan þessu.
ég held að af því þetta er svona langtímamál og af því þetta er svona eitthvað sem er seigfljótandi þá leyfðu við því að gerast sem við báðum ekki þó að enginn hafi í rauninni ætlað sér að fara þangað af því þetta er líka fjölþættur vandi, þú veist, það getur verið frábær staða fyrir lítið sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu að selja bara lóðir á okkur hörku verði og vera bara að fá tekjur því að tekjustofnum sveitafélagan eru ekkert burðir sko. Og þér finnst ekkert frábær hugmynd að það myndi fimmfaldast lóðaframbóðið á næsta ári og verðið per lóð fyrir þig myndi lækka sko. Þannig að þú þarft að búa til hvata þannig að þetta sé ekki staðan sko. En við erum að teikna okkur upp í það að samfélagi sem við vorum svona ánað með hvernig það væri að þróast fyrir 20 árum, það muni ekki koma aftur og við þurfum þá einhvern veginn að taka ákvörðun efst uppi í stjórnkerfinu sem á að stuðla því að það sem við erum svo þróun sem við erum að teikna okkur upp í óvart sé það snúið af leið sko. Og það mun ekki kannski gerast alveg eins og við viljum en við getum alveg búið til hvað, mér finnst alltaf lægi að einhverju verktaka byggi vitlaust sko. en það má ekki vera eina sem er byggt sko. Veist, það er bara einhvern veginn gengur ekki upp sko. Mér finnst að eigi vera svigrúm í kerfinu þannig að það sé í lægi að byggja vitlaust sko. Því að þú veist, byggja eitthvað með aðra eftirspurn þú gerir ráð fyrir það þarf fjölbreytni það þarf að vera nógu mikið frambóð þannig að þú komist upp með að gera mistök sko. Við munum aldrei gera allt rétt en við verðum að búa til það kerfi að okkur geti gengið vel þó að eitthvað sem við heldum að myndi gerast myndi ekki gerast og þú veist ég held að það sé fínt að spá fyrir eitthvað en það munur bóttið ekki rætast sko, en þess vegna þurfum við alltaf að vera að gera alltaf að ítraða, við þurfum að búa til hvata það sé gert það er aðalmálið að við getum þá tekist á við nýjar aðstæður sko. Já, mér finnst við vera fugl þunglitir sko en minna fullt atrið við erum að lesa það 3 ráð Já. Fyrir forsættisráðherra eða eitthvað sem ræður öllu fyrir þann sem að vill breyta stöðunni þá er ég var komið 7 atrið sem þið eru búin að nefna Já, ef við bara einföldum þetta og tökum þetta saman og gerum það 3 saman í fyrsta lagi við þurfum að laga ef að sveitafélögin eiga að hafa það hlutverk í samfélagin okkar að mæta lóðu þeirra samfélagsins þá þurfum náttúrulega að gefa þeim hæfi til að gera það þau þurfum að fá sjálfstæði sitt aftur þau verða að gera það, annars bara gengur það ekki upp En þú sé sjálfstæða hvata til aukina lóðaútlunar Já, það verður að vera Hver á að gefa hverjum leyfi til sjálfstæðara? Ertu að tala að ríkið gefi Löggjafinn breytti leikreglum sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu 2011 með skyldu aðild og neitunarvaldi það er bara nóg að eitt segi og ég skrifaði grein í Morgunblaðinu þetta var að benda á þetta það er bara nóg að eitt segi nei og þetta einkennist allt ferli núna algjörum þæfingi og ég ætla ekki að fara að stað ég ræddur að þessi segi nei að teku sig ekki og svo framvegis allt kerfið regluverkið er afskaplega þungt það þarf að einfalda þetta og taka þetta neitunarvald úr og númer 2 sveitafélögin sem fara með skipulagið þau þurfa að taka tillit til samfélagsins hvað er samfélagið í dag og þar skiptir við þurfum alltaf að fylgja því tíminn er bara annar heldur en það var fyrir 15 árum og við vitum núna hvernig samfélagið er að þróast við vitum hvað er nýjir Íslendingar hvað fylgir þeim ekki að börnum við vitum fæðingartíðnina við getum mjög einfaldlega að reikna þetta út og ég er búin að reikna þetta út og gera góðan fyrirlestur þetta HMS hefur verið að bæta upplýsingarna þar þannig að það er orðið alveg skýrt hvað samfélagið er og skipulag á að mæta samfélagsþörfunum og svo komum við inn á með framkvæmdaraðilana að þeir þurfa bara að deila þekkingunni sinni og vera meiri þáttakandi inn í hvaða íbúður eru þau sem vantar og við sjáum það að HMS hefur til dæmis verið að benda á það sjáum við sölurhraðan á 70-75-80 fermetra íbúðum þær renna bara út þessi heitar lumur allt þar fyrir ofan er bara þyngra og er það sem skýrir það sem er núna af hverju selst eldra húsnæði betur en yngra húsnæði að því eldra húsnæði er mæta miklu betur þörfunum núna erum við komið með stórt húsnæði færri herbyggi en hinar íbúðnir eru með meira af herbyggjum og minni fermetrar eitthvað annað það er alltaf lægið og efna því
en það eru fæstir sem í núverandi stöðu sem eiga efna því. Já, ég sko, svo við tökum þetta saman líka, að alltaf það sem ég búin að skrá, sko, þú, Sigurður, talaði varnagla fyrir vaxtamörk sem hefði átt að vera fyrir hendi, að í rauninni, og eins og þú varst að koma inn á núna, að þeir hafi þetta svigrúm til þess að auka vaxtamörk sérstaklega þegar að í því ástandi sem við erum í dag, augljóslega þarf á því að halda. Breyta forgangsröðun, hvað viljum við? Mér finnst þetta nú vera eiginlega aðalatriðið, bara við þurfum einhvern veginn að breyta forgangsröðun til þess að takast og því að sko við vitum hver vandinn og það er alltaf að tala hennar vanda að fólk sé ekki fara að eignast húsnæði, það þarf að vera þá aðal forgangsatriði. Svo búa til hvata til að hraða byggingu, vera sveigjanlegri í áætlunum, vera tilbúnir til þess að takast á við mismunandi aðstæður þegar það er hérna, steðjað á okkur eða kemur bratt á okkur. Byggingaraðilar fá meira frelsi, gera réttar íbúðir eins og þú ert búin að segja Sigurður, en líka Björgun eins og þú ert búin að segja að hafa svigrúm til þess að gera rangar íbúðir svo við sjáum hérna auka fjölbreytni til þess að við getum tekið betri ákvarðanir, auka lóðir sem voru nú eiginlega búin að koma inn á og hjúkrunarheimili. Erum við þá ekki búin að leysa þetta? Já, ég hef enga trúið að við byggjum hérna alltaf rétt sko, eða gerum eitthvað rétt, það kemur bara ljós. Þetta eru 3 hlutir. Þegar maður er svona ráðgjafan sem ég þá var alltaf bara 3 hlutir. Bara við þurfum að bæta hvata á 3 vítum. Við þurfum að bæta hvata til þess að bæta framboðið og við þurfum að bæta hvata til fólk eignist börn. Af því að samfélagsgerðin sem við erum að teikna okkur upp í, hún er að stefna í bara erfiða stöðu hvernig sem fasteignamarkaðurinn þróast. Þannig við þurfum að bæta hvata til framboðs á fasteignum, bæta hvata til að eignast börn og bæta hvata svo þessi byggt hérna öldunarrými. Og þetta bæta í rauninni og þetta reyna að laga píramídan á báðum áttum af því að þjónustu þörfin verður að vera hérna rétt sem mun laga fasteignamarkaðinn ef fólk getur komist í úrræði á efri árum og við þurfum að hafa fjölskyldu starðina sem mest þannig að hún geti viðhaldið samfélaginu og þetta er alveg hægt sko en þarna og yfir allt kring er eitthvað svona stefna það að þú vilt að fólk geti byggt upp eigið fé yfir æviskeiðið með því að eiga eigin íbúð sem það býr í og það var eitthvað sem við heldum að við værum að teikna okkur upp í henni fyrir 20 árum en erum svona rólega að fara út úr á þess að við höfum sérstaklega ákveðið eða rætta. Já, það er samt alveg skýrt ef við skoðum bara prósent hafa verið mjög duglegar að mæla þess að framvegis bara almenningu vill eigið húsnæði, það er alveg skýrt einhverju hluta vegna eru við bara að fara í alltaf átt. Já, við höfum ekki ákveðið að fara í þessa átt. Það bara gerðist. Já, ég er sér, en almenningu vill hérna gamlistenduna, almenningu vill eignast eigið húsnæði, það er alveg skýrt. En þess vegna þarf að fylgja þessum atriðum sem við erum búin að fara. Og hélt að við varum að búa til samfélag sem væri þannig, sko. Já, það er einmitt sko, væntingastjórnunin hefur kannski ekki verið einmitt á þá leið að við vorum að búa fólk undir það að þetta er í staðan. Já, og þetta er nú bara eins og alltaf gerist, það var ekki ein ákvörðun sem gerði að verka þetta gerist, þetta bara gerðist svona af því að við tókum ekki hérna það er ákvörðunir sem við erum að finna. En við sjáum þetta samt alltaf í kosningum, þá poppar húsnæðisliðurinn upp og til dæmis bara núna eins og ríkisstjórnin 1 af 3 sko hérna áhersluatriðum var húsnæðisuppbygging. Við sjáum þetta í sveitarstjórnunum síðast, það var húsnæðisuppbyggingin. Svo einhvern veginn bara, fer fólk í vörfvindin og einhvern veginn bara, þessi fókus nær ekki gegn. Og þetta er það sem við þurfum virkilega að laga. Og þetta er eins og þetta er ekkert einfalt skorin, að henda þessu á einn, þetta þarf að vera samvinnuverkefni fyrir okkur öll. Þetta þarf bara að vera hvatar innan kerfisins líka. Það er, eða sko, hvatar náttúrulega innan hins opinbera eru náttúrulega bara... Það er náttúrulega líka þannig, ef þú ert að búa til aðgerðir á eftirspurnarsliðinni, þá virka þær strax, þær byrja, þú færst bara einhverju úrræði, en ef þú ert að búa til hvata á framboðsliðinni, þá tekur það tíma að verða að einhverju sem fólk tekur eftir, sko. Það er ekki pólitískt sexy, sko. Nei, menn það er allt öðru. Já, þið sjáu það bara núna, ég meina, þetta byrja núna, segjum að við myndum bara, taka girðingun í kringum vaxtamörkin. Þetta tekur nokkuð mörg ár. Við munum ekki sjá árangurinn að því fyrir eftir svona 4-5 ára. Það er vesinni. Mjög auðveldur að gera eitthvað sem kannski virkar ekkit vel, en þú sér það á morgun, sko. Sko, líka eins og þú varst að koma inn á, sko, eftirspurnar aðgerðir eru miklu auðveldari sala, pólitískt, heldur en nokkuð tíman, já, og svo lagast fasteignamarkaðurinn eftir svona 12 ár. Þegar við erum búin að sjá hérna þessa þróun
batna en þá þurfa líka bara kjósendur að vera víðsýnni en hérna, við erum búin að leysa þetta ég mjög ánægður, sko, út af því að þú talar að vera svo þunglindur aðan vanalega þegar ég er með svona lausna þætti og þá eiginlega enda alltaf í það maður er eitthvað bara að tala vandamálin en mér fannst við vera furðu jákvæðir og furðu lausna með þér Þetta er alveg skýrt Já, þetta er skýrt Björgun Ingi Ólafsson Sigurður Stefánsson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst Takk fyrir